Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flutti erindi jarðhræringar í Fagradalsfjalli í menningarhúsinu Kvikun í Grindavík í síðustu viku. En ár liðið frá því eldsumbrot hófust í fjallinu. Eldgos hófst í Geldingadölum að kvöldi 19. mars og í aðdraganda gossins voru fordæmalausir jarðskjálftar á Reykjanesskaganum. Víkurfréttir hittu Magnús Tumi að máli í Grindavík og ræddu við hann umbrotin á Reykjanesskaga. Ár liðið frá því eldsumbrot hófust í Fagradalsfjalli við Grindavík en eldgos hófst í Geldingadölum að kvöldi föstudagsins 19. mars árið 2021. Eldgosið átti sér töluverðan aðdraganda í fordæmalausri jarðskjálftahrinu sem meðal annars hafði talsverð áhrif á daglegt líf í Grindavík og íbúar á öllu suðvesturhorni landsins fundu vel fyrir skjálftunum. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flutti erindi jarðhræringar í Fagradalsfjalli í menningarhúsinu Kviku í Grindavík í síðustu viku. Auk þess að fara yfir atburði síðustu missera spáði Magnús í komandi mánuði og ár en Reykjanesskaginn vaknaður að nýju af 800 ára blundi. Við byrjum á því að spyrja Magnús Tumi að því hvaða lærdóm megi draga af gosinu í Fagradalsfjalli. Það nú kannski af ýmsum gerðum sem við getum skilgreint að við höfum lært heilmikið. Í svona jarðfræðilegu sjónarmiði þá er það þannig að þetta er fyrsta gosið á Reykjanesskaganum sem á núverandi tímum og með þá við sjáum svona gos og það aðstæður hér eru svolítið öðruvísi heldur en í austurgosbeltinu eða norðurgosbeltinu og þannig það mjög lærdómslíkt að sjá þetta en það eru ekki síst það að við erum að sjá hvernig Reykjanesskaginn kviknar á honum, hvernig aðdragandi eldgosa þar og eitt af því sem virðist vera hér og minnst alveg greinilegt hérna og með mörg gos að þau að koma kvikan að koma beint úr möttli jarðar og það óvanalegt því að yfirleitt á hún einhverja viðdvöl í jarðskorpunni og það bara eitthvað sem ekkert mikið að hafa aðgang að. Þetta gerist á úthafsríkjunum en þeir eru á kafi í sjó og erfitt að komast að þeim og það jarðefnafræðingar að finna út alls konar hluti og síðan það þessi gliðnun sem varð hvernig hún hegðaði sér, þá vitum við betur við hverjum að búast á skaganum og síðan bara nútíma tækni þannig að það hægt að gera svo margt, það var hægt að kortleggja þetta raun mörgum sinnum, það var kortlagt 20-30 sinnum, ég man ekki lengur töluna og niðurstöðurnar birtar jafnharðan og það þýddi það að það var hægt að fylgjast mjög vel með þróuninni og í hvað stefndi. Aðdragandinn að þessu gosi, það voru gríðarleg átök. Þetta eitthvað, þetta ekki þess endarlega sem við sjáum við önnur gos, það þessi skjálftar, þessi ógurlegu skjálftar sem voru í aðdragandanum. Þeir voru náttúrulega mjög miklir ef við berum þetta saman við gos eins og í Grímsvötnum eða Heklu og þess vegna Kötlu eftir því sem við vitum þá þetta miklu lengri og meiri aðdragandi hvað í skjálfta varðar en það var þetta gliðnun, það þurfti að brjóta leið, kvikan þurfti að brjóta sér leið og það þá þannig að það eru kraftar sem eru búin að vera að toga og þeir toga alltaf fastar og fastar og svo kemur að því það brestur og það fór að gerast þarna og þá kvikan kemur hún að neðan og þetta svona samspil á milli þess að kvikan að brjótast upp og svo að skorpan að rifna í sundur. Nei, þessi skjálftahrina eiginlega fordæmalaus og mesta skjálftahrina sem ég held að engin núlifandi Íslendingur fundið eins mikið af skjálftum eins og við fundum hérna fyrir ári síðan. Eru þið eitthvað búin að rýna þetta síðan núna aftur í tíma? Nú var til dæmis mikið skjálftar hérna 2017 á þessum slóðum. Eru þetta tengsl?
Já, það hlýtur við hljótum að líta svo á að skjálftavirkni hefur farið vaxandi núna, svona horft er svona til nokkur ára, þá farið svona jafnt og þétt vaxandi og þegar við horfum á þetta út frá þeim atburðum sem hafa nú orðið, að þá eðlilegt að líta svo á að þetta hafi verið undanfarið, þetta hafi verið byrjun á þessu sem að við getum sagt að þeim kafla sem lauk með svo þessu gosi, hverjir næstu kaflar verða á eftir að koma í ljós. Það virðist vera að það sé nú ekki alveg búið með landris en þetta nú allt hefur hægt á þessu öllu saman með kosti. Þannig að við vitum ekki hvort að við erum búin að sjá endan á þessar atburðar sem nú í gangi eða hvort eitthvað meira gerist. Jólin að þá kom áköfrina og þá kom nýtt innskot en það var bara greinlega ekki næg kvika eða nógu mikið í gangi til þess að næða upp til yfirborðs svo það hætti. Kannski það endurinn á umbrotunum, kannski kemur eitthvað meira. Við verðum bara að sjá. Þið hefur náttúrulega lært helling af þessu gosi og þetta svona, má segja, einhver vísindagarður fyrir ykkur næstu árin hérna Fagradalsfjallið og það umhverfi. Algjörlega, þetta gos náttúrulega margra hluta vegna. Það var hægt að fylgjast mjög vel með aðdragandanum með nýjustu tækni og kollega mínir sem að vinna við það eru mjög, það mjög, stundum mjög framlega heimsmælikvarða. Það voru vísbendingar eða upplýsingar sem að kvikan að gefa möttulinn hér undir og hvernig þetta spilar saman. Það var hvernig svona hraun renna, þetta voru svo miklar upplýsingar og það eru verið að rannsaka og síðan eru gögnin sem var safnað hjálpa til við að skilja hvernig sprengivirkni hegðar sér í gíg og það eru mismunandi hópar að skoða þetta allt saman. Og það með svona gos að það eru, já, þetta tilraunastafa náttúrunnar og það það sem gefur Íslandi töluvert forskot á þessu sviði að við höfum þessa atburði og það fer saman að því betur sem við skilja þá, því betur getum við tekist á við þá og líka að þetta eru spennandi viðfangsefni fyrir vísindamenn. Bæjarstjórinn spurði þig hérna áðan í fyrirspurnum hvort það væri ykkur hætt á því að svona eldgos geti læðist aftan að fólki og það byrji skyndilega gjósa. Það ekki hér. Það mjög ósennilegt að það geti gerst og langsótt vegna þess að það engin, kvikan þarf að koma djúpt að, hún þarf að brjóta sér leið og eða það þarf að rifna í sundur til þess að hún komist upp og það eru allar líkur að það séu miklir forboðar eins og við höfum séð í tengslum við þessa atburði að það eru þarna, getum sagt að innskotin sem voru hérna og jarðskjálftavirknin sem var hér byrjaði rúmu ári fyrir gosið var forboði að kvika væri farin að hugsa sér til hreyfings og svo sáum við líka bara á atburðarásinni sem var fyrir jól að þá svona reyndi kvikan að komast upp en náði ekki en það leyndi sér ekki og þess vegna eru mjög langsótt að sjá fyrir sér að hér komi gos bara upp af óvörum og engin gruni að það sé fara að gerast. Það bara útilokað. Líklegast ef eitthvað gerist aftur fljótlega að það verði á sömu eða svipum slóð? Það svona, ef að Fagradalsfjallskerfið vill hreyfa sig eitthvað eða gera eitthvað, þá langlíklegast að gerist á mjög svipuðum stað eða á sama stað. Ef að segjum að Breiðnesteinsfjallakerfið vildi fara að gera eitthvað sem nú ekki beinlínis merkjum eða neymerkjum, þá myndi það náttúrulega vera óháð eða ekki tengt beinum hætti. En ef við horfum svo söguna, þá svo minnskosti svo að sjá að það ekki oft sem að það svona þannig virkni að það gjósi á sömu á fleiri en einu kerfi á svipuðum tíma.
Það óvanalegt og það geti ekki eitt að útiloka það. Eldvirknin eða gosvirknin á skaganum ég vil ekki gera lítið úr henni, en við erum ekki að sjá stærstu og öflugustu gerð af eldgosum eins og við sjáum á Íslandi. Við erum ekki að sjá atburði eins og bara Stórkötlugos eða þessar stærstu atburði sem að verða. Og jarðsaga skagans sýnir það að það ekki eitthvað sem að gerast. Það hafa orðið fyrir mjög löngu síðan, í fyrri hluta nútíma, urðu til býsna stór hraun og dyngjur, en það nú ekki, og við getum ekkert útilokað að það geti gerst. Það bara alls ekki hægt. En svona síðustu árþúsundir hefur það ekki verið að gerast, heldur meira af svona hraunum sem eru kannski í líkingu við það sem gerist í Fagradalsfjalli. En auðvitað verðum við því búin að hér gerist stærri atburðir.